Komiði sæl og veriði hjartanlega velkomin að skjánum. Það föstudagsþátturinn sem heilsar ykkur eftir heita viku hérna á Akureyri. Og við ætlum að hefja leika í Sierra Leone, hvorki meira né minna. Og í gegnum fjarfundabúnað komin til mín Guðrún Helga Jóhannsdóttir sem aðstofaframkvæmdastjóri Barnaheilla Save the Children á Íslandi. En í gær hófst fjáröflunar átækið Lína okkar tíma sem stendur frá 27. ágúst til 7. september. Vertu velkomin í þáttinn, Guðrún Helga. Þakka þér fyrir. Takk fyrir að taka á móti mér í gegnum fjarfundabúnað. Okkar sannarlega ánægjan og þetta held ég, get ég fullyrt í fyrsta skipti sem við erum með gest í föstudagsþættinum alla leið frá Sierra Leone. Og hvernig gengur starfið? Þú kannski segir okkur frá starfinu til að byrja með í Sierra Leone. Já, ég ætla kannski að byrja að segja ykkur frá að Barnaheilla Save the Children voru stofnuð árið 1989 og við erum hluti alþjóðasamtökunum Save the Children sem voru stofnuð fyrir 100 ára síðan. Þannig við erum ein elstu og stærstu samtökin sem að vinna að mannréttindum barna í heiminum. Og við vinnum með barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi í öllu okkar starfi og höfum unnið í Sierra Leone, eða það hefur verið skrifstofa á vegum alþjóðasamtakanna Sierra Leone frá árinu 1999. Þannig að við erum búin að vera hérna í yfir 20 ár og vinnum í 4 héröðum. Og staða stúlkna í Sierra Leone mjög slæm. Það mjög mikið ofbeldi, það mjög mikið kynferðisofbeldi og Sierra Leone eitt versta land í heimi til að vera barn. Og því ég segi við að við höfum unnið hérna í rúm 20 ár, þá ég að tala skrifstofu Sierra Leone, en við erum, eins og ég sagði, við erum hluti við erum í 120 löndum og það mjög gott og náið samstarf á milli allra skrifstofana. Þannig ég tala um okkur öll sem eina heild, við erum ein heild. Aðstæður í Sierra Leone, það eru tæplega 8 milljónir íbúa hérna í landinu og þetta eitt af fátækustu löndum í heims. Það í 181. sæti af 187 löndum á lífskjaralista Sameinuðu þjóðanna sem þið kannski kannast við. En yfir 50% þjóðarinnar undir 18 ára aldri og meðalaldurinn 50 ár. Já, þannig að meðalaldurinn ekki nema 50 ár. Það ansi framandi veruleiki fyrir okkur á Vesturlöndum þar sem meðalaldur alltaf að hækka og þjóðir að verða sífellt eldri, en þarna segir að 50% þjóðarinnar sé undir 18 ára. Já, það gríðarlega mikil fátækt í landinu og sérstaklega í suðurhlutanum, í Pujehun héraði, þar sem við erum stödd þessa stundina. Og núna landslagið fyrir þá aðstoð sem við erum að veita rauninni rétt. Það er rosalega mikið af áskorunum hérna í landinu, það rosalega mikið sem þarf að taka á, en núna athyglin mikið á kynferðisofbeldi og forsetafrú Sierra Leone hefur gert það svona sínu persónulega baráttumáli að berjast gegn ofbeldi og þá sérstaklega kynbundnu og kynferðisofbeldi. Og það gaman að segja frá því, við vorum í viðtali í gær, við vorum í heimsókn í þorpi í gær og hittum unga stúlku, Awa Sene heitir hún, og hún var að segja okkur frá sínum draumum og sínum plönum fyrir framtíðina og stúlkurnar hafa stóra drauma og ætla sér stóra hluti og hún tjáði okkur þá að hún vildi verða forsetafrú. Þannig við spurðum hana, já, en hvers vegna viltu ekki bara verða forseti? Forsetafrú nú bara eiginlega forsetin. Já. Þannig að það var mjög áhugavert að heyra í henni, en forsetafrúin hún eins og ég segi, þetta hennar persónulega baráttumál og hún með átak í gangi sem heitir Hands Off Our Girls. Og þegar þú ert að keyra til dæmis Sierra Leone borg, þá sérðu skilti út allt það sem stendur Hands Off Our Girls, og sér skilti annars staðar það sem segir marriage eða hjónaband val, hjónaband mitt val og mentur minn réttur. Og þannig það mjög mikið í gangi í landinu þessa dagana til að berjast gegn kynferðisofbeldi. Og forsetinn lýsti yfir neyðarástandi 2019 til þess að vegna kynferðisofbeldis, en þá hafði hlutfall ofbeldis nærri tvöfaldast og 2/3 mála sem komin á borð lögreglu voru ofbeldismál gegn ungum stúlkum. En það má samt bæta því við að það mjög underreported, að það mikill meiri hluti málana sem ekki komast á borð lögreglu eða borð stjórnvalda.
Nei, Þannig að þannig að við í rauninni verkefnið okkar hérna, við erum að berjast styðja sérljónibúa að koma ferlum og tilkynningaleiðum, að greina ferla og tilkynningaleiðir þegar stúlka tilkynir ofbeldi eða nauðgun, að hvert það fer, að sé þá eitthvað á hinum endunum líka sem tekur á móti tilkynningunum og þannig að fari mál í gang. Og við erum að fræða konur og menn, kennara, stúlkur og börn til dæmis umskurð kvenna sem ofboðslega stórt vandamál. 86% stúlkna í Sierra Leone eru umskornar og ég vil leyfa mér að segja að hlutfallið sé hærra hér í suðurhlutanum. Barnahjónabönd eru mjög stórt vandamál í landinu og þunganir unglingsstúlkna eru mjög stórt vandamál. Þannig að við tökum á því að fræða, við erum með fræðslu á þessu sviði og vil benda að það rosa mikilvægt að fræða ekki bara stúlkurnar, við þurfum að fræða drengina og pappana sérstaklega því að Sierra Leone feðraveldi. Það faðirinn sem ræður yfir heimilinu og það faðirinn sem tekur ákvarðanir. Þannig að fræða feðurna og kennarana, það aðstoðar við hugsanarbreytingu í samfélaginu. Einmitt. Og lína okkar tíma, þetta átak hugsað til þess að styðja við þetta ærnaverkefni, þetta meira en að segja það. Þetta meira en að segja það, já. Við erum að styðja við stúlkur sem eru á flótta undan aðstæðum í sínu lífi. Stúlkur sem eru á flótta undan ofbeldi. Það stúlkur sem að til dæmis verða ófrískar og þær eru svona verða út undan í samfélaginu, þær eru litnar hornauga og þær fá ekki möguleika, þær sjálfsögðu alltaf flosna upp úr námi og þær fá ekki áfram möguleika til að halda áfram góðu lífi. Eða bara þær þá möguleika að fylgja sínu draumum í lífinu. Og oft á tíðum eru þær giftar þeim sem nauðgaði þeim, þegar það er litið á börn utan hjónabands mjög neikvæðum augum. Þannig að við erum í rauninni að hjálpa með þessa ferla, við erum með ýmsa fræðslu í gangi, sjálfstyrkingafræðslu til dæmis fyrir börnin og eitt af verkefnunum, lítið hluti af verkefnunum sem við erum með að við erum að flytja út aðferðafræði sem notuð hefur verið á Íslandi í fjölda ára við forvarnir á kynferðisofbeldi gegn börnum. Já. En Sierra Leone kom til, eins og ég sagði, við erum í 120 löndum og við erum lítil fjölskylda, við erum náin, þannig að þeir sem að vinna, Sierra Leone og skrifstofana, þeir sem vinna innan samtakana vita af því sem Ísland er að gera. Við erum framalega í forvörnum gegn einelti, barnaheill á Íslandi og forvörnum gegn kynferðisofbeldi. Þeir kom til máls við okkur og óskuðu eftir aðstoð í þessu ærnaverkefni. Því landslagið er orðið rétt, en það vantar aðstoð við að koma á ferlum og þau eru bara ekki með tólin og tækin sem þarf til að taka á þessu vandamáli. Nú veit ég að þið fóruð í fyrstu þorpsheimsóknirnar í gær. Er eitthvað sem stendur upp úr eftir daginn? Já, við spjölluðum við hóp mæðra til dæmis og spjölluðum við stúlkurnar líka. En það sem stendur kannski upp úr er að mæðurnar hafa mikla drauma fyrir dætur sínar og þær hafa miklar áhyggjur af dætur sínum af því að það er ekki, þegar þú ert komin yfir 12 ára aldur þá þarf þetta að fara annað í skóla og þær hafa miklar áhyggjur af því að þessi leið í skólan hún er mjög hættuleg og þær eru sendar þarna í burtu og þurfa að leigja sér herbergi langt í burtu, einar, 12 ára gamlar og koma oft óléttar tilbaka. Þannig að þær hafa, aðstæður stúlknanna þeirra er það sem veldur þeim miklum áhyggjum. En þær hafa jafnframt mjög stóra drauma fyrir stúlkurnar sínar og stúlkurnar á móti, við spjöllum við stúlkurnar og þær vildu ná sínum markmiðum og verða hjúkrunarkona, verða forsetafrú, verða menntamálaráðherra, var svona nokkur af þeim dæmum sem voru tekin og ástæðan fyrir það að þær vildu ná langt í lífinu var til þess að fórnir foreldra þeirra hafi ekki verið til einskis. Hafi ekki verið til neins. Þau voru mæðurnar voru að hugsa dæturnar og dæturnar voru að hugsa mæðurnar. Það er einstaklega fallegt að hlusta á það, sem er bara alveg eins og við erum, ég og þú. Virkilega. Við viljum börnunum okkar fyrir bestu og börnin okkar vilja okkur allt til besta. Auðvitað, það er mjög fallegt. Og fyrir þá sem að sitja heima núna og fylgjast með og vilja leggja þessu verðuga málefni lið, hvernig fara þeir að því?
Þeir geta farið inn á barnaheill.is og keypt armbandið okkar. Við erum að selja flétturnar hennar línu. Þetta armband hérna, hvort þið sjáir þetta. Og það er vefverslun okkar þar, það eru armbandið og svo verða sölumenn fyrir utan flestar verslanir. En þeir sem hafa áhuga á verkefnin okkur á aðstæðum stúlkna í Sierra Leone, þeir geta fylgt okkur á Instagrami Barnaheilla. Við erum í beinni eins mikið og hægt að vera í beinni í Sierra Leone vegna nettengingar. En við erum í beinni og sýnum frá aðstæðum og sýnum hvernig við svörum, hvernig við erum að taka á, hvernig verkefnið okkar að hvaða hlutum það snýr. Einmitt. Við hvetjum auðvitað bara alla sem að vettlingi geta valdið að leggja sitt á vogarskálarnar og leggja þessu verðuga málefni lið. Gangi ykkur ótrúlega vel þarna úti. Þetta er Takk fyrir það. Það er greinlega mikið verk fyrir höndum en ég vona ykkur gangi sem allra best og takk fyrir að koma hérna til mín í þáttinn og segja okkur frá. Takk fyrir að taka á móti mér.